Við heilsum ykkur öllum í Drottins nafni og gleðileg jól. Já, hvað er hægt að segja? Það skrýtið að vera ekki samankomin hérna í kirkjunni í dag þegar jólin eru hringt inn. Þrátt fyrir ástandi þá vildum við gera það mögulegt að koma til kirkju eins og við höfum gert á aðfangadagskvöld, þó það væri ekki nema bara í gegnum sjónvarpið eða tölvuna. Þó þetta sé óhefðbundið, þá verður aftansöngurinn hefðbundinn. Nú erum við María bæði hér í kvöld og munum við skipta með okkur verkum. Og þó að þið sitji nú heima í stofu, að þá endilega langum að biðja ykkur að taka undir í söng og svörum. Það er einhvern veginn miklu hátíðlegra. Það er það. En okkur er ekki þetta mannbúnaði en að hefja stundina, og það gerum við með því að merkja okkur Kristi, signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálpar kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Drottin, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir skapari minn, þú Drottin Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Amen.
En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýrineus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig, hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu til borgarinnar Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davís sem heitir Betlehem. En hann var að ætt og kyni Davís að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom svo tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottinn stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: verið óhræddir, því ég mun boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks. Þér munið finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnunum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur. We
guðspjall eins og stendur ritað í Jóhannesar guðspjalli. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram sendur af Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt, né af vilja manns, heldur urðu þau af Guði fædd. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Amen. Það ná sem eru að friður frá Guði föðurum og drottni Jesú Kristi. Hið sanna ljós nú komið í heiminn, segir í Guðspjallinu, og gleðileg jól enn og aftur. Það ekkert að segja annað en aldrei höfum við, sem nú hlýðum á þessa stund, þurft á ljósinu að halda á akkurat núna. Já, ljósið í myrkrinu komið, og myrkrið, það ekkert venjulegt. Það hefur nafn sem við öll þekkjum. En við höfum verið duglega að koma okkur undan þessu myrkri og segja má að ég hef aldrei fundið fyrir eins almennri samstöðu á þessu ári. Já, það rétt. Svo má nefnilega tengja þetta við það sem að spámaðurinn Jesaja sagði. Við sungum hér áðan. Sjú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi í náttmyrknanna skín ljós. Þannig talar spámaðurinn mörg hundru árum fyrir fæðingu Jesú. En þetta eru orð sem við kristni menn túlkum sem spádóma hann. Nú þurfum við íslensk þjóð þetta ljós. Allur heimurinn þarf þetta ljós. Hann þarf að standa saman og hefur sannarlega gert það eftir bestu getu undanfarna mánuði. Já, akkurat. Standa saman, samstaða, kærleikur, von. Allt hefur þetta umleikið okkur landsmenn og við pössum upp á okkur og sérstaklega upp á fólkið í kringum okkur. Við brýnum af kærleik fyrir öðrum ef þeir fara ekki gætilega og gefum þeim von sem þurfa á því að halda. Við höfum gert þetta umkring þeim höftum sem sett hafa verið. En höftin hafa ekki stoppað þann mikla kærleik og þá von sem við berum í brjósti. Mér finnst það vera þannig að kærleiksboðskapurinn, vonarboðskapurinn, sá boðskapur sem er grunnurinn að kristinni trú, hagi sig þannig að hann finnur sér alltaf farveg. Ef boðskapurinn sannur og réttur, þá skilar hann sér. Hann svona eins og fljót sem æðir áfram og kom einhver hindrun, þá finnur það sér bara nýjan farveg framhjá. Og þegar það blæs á móti, þá getum við þjálfað okkur í því að finna nýjan farveg. Ég hugsaði í byrjun desember þessa jólahátíð, kærleikann og allt sem að jólin standa fyrir. Hvort yrðu eitthvað öðruvísi þetta árið eða hvað? Það jú þannig að við getum ekki komið saman í stórum hópum og hitt þá sem okkur eru kærastir þessa hátíð. Stóru jólaboðin, verða ekki jólaböllin, jafnvel ekki heldur jólatónleikar. Við verjum tíma með okkar allra nánustu og bíðum með að hitta hin ættingjana og vin okkar þar til á nýja árinu. Mörgum finnst þetta erfiður tími og eiga erfitt með að hugsa sér jólin án samverunar með fólkinu sínu. En þá höfum við þá von fyrir brjósti
að þetta sé aðeins tímabundið, að þetta taki enda, sem það virðist stefni í samkvæmt fréttum undanfarið, því að bóluefnið jú að koma á markað. Svo eru aðrir sem að hugsa með sér að þetta gefi þeim tækifæri til að skapa nýjar jólahefðir og minnki allan asa og stress sem á það til að fylgja undirbúningi jólana. Það barst í tal í vinahópnum mínum sem ég spjallaði við í gegnum tölvuna að þó að það þurfi að undirbúa allt eins og síðustu ár, þá ekki þessi mikla pressa á allt sé svona eins fullkomið svo má orði komast. Það sem að margir hafa komist að því að jólin koma þrátt fyrir allt. Umræðan í hópnum var einnig það að skapa nýjar hefðir, eins og sleppa að klæða sig í sparifötin, vera bara í náttfötum eða jafnvel kósigalanum og svo borða mat sem að börnunum finnst góður, ekki endilega þessi klassíska jólasteik. Ýmislegt var rætt, en það sem að umræðan snerist að mestu þegar upp var staðið var kærleikurinn og þakklætið. Að geta verið saman á jólunum átt góða stund þrátt fyrir allt sem undan gengið. Já, þetta eru skrýtnir tímar. En margir hafa hort á þennan tíma, þetta ár, með það í huga að nýta hann í eitthvað uppbyggilegt, einhver uppbyggilega hluti, til að mynda að styrkja sambönd svona nærfjölskyldunar. Og það dásamlegt markmið sem margir hafa tekið til sín. Já, sérstaklega markam á sölutölur og bökunarvörum fyrir þessi jólin. Því aldrei hefur selst jafn mikið af bökunarvörum og í ár. Og leið þá hefur salan á þessum tilbúnu kökum minnkað á móti. Þetta sýnir okkur að fólk hefur ákveðið að gefa sér og þá leið vonandi öðrum fjölskyldumeðlimum tíma til að baka og þá baka saman. Já, kærleikurinn felst í kökunum. Það þekkjum við sem höfum bakað með börnum okkar. Hvernig gleðin og hamingjan skín úr augum barnanna. Sjáum hversu dásamlegar gæðastundir þetta eru. Þetta eru stundirnar sem börnin muna. Þetta það sem börnin biðja ár eftir ár. Að baka. Já, að gera eitthvað saman. Þó það sé alltaf gaman að fá pakka, þá frekar að börnin muni eftir stundunum sem fjölskyldan átti saman við eldhúsborðið, já, með deig milli handana, hlustandi á glám og skrám, syngja litlu andaraulana, já, hlæja saman. Þetta minning sem geymist í huga þeirra, frekar en dóti sem þau fá á aðfangadag. Og talandi samskipti, foreldra og barna þeirra, þá nefnilega beinir sagan af fæðingu Krists í fjárhúsinu fyrir meira en 2 árþúsundum sjónum okkar að því fegursta og besta í samskiptum mannanna, sakleysinu og friðnum, einfaldleikanum og já, kærleikanum. Rétt eins og í Betlehem-forðum hafa áhrif kærleikans ætíð sett mark sitt á fólk jól. Við finnum glöggt að náungakærleikur, góðvildin og samhjálpin eiga greiðan aðgang að okkur af þessum tíma. Jólin þau spanna allt tilfinningarófið, gleðina og hláturinn, en líka söknuðinn og sorgina. En þeir skuggar munu vonandi hverfa og birtan nái að lýsa allt upp. Þannig lífið. Það birtir alltaf upp síðir. Já, við skulum njóta jólanna nú þegar virðist líða að lokum þessa ástands. Njótum þeirra á þann hátt sem veitir okkur og þeim sem eru kringum okkur gleði og hamingju. Sýnum á okkur kærleika og ást. Því að þegar allt kemur til alls snúast jólin heldur varla hinn veraldlega undirbúning eða veraldlega hluti,
að borða jólagjafir, jólaskraut eða jólaföt, svo fátt eitt sé nefnt. Þeir hljóta fyrst og fremst að snúast það sem býr innra með okkur, hið góða, væntumþykjuna, kærleikann. Jólin, ekki síst, ættum við að leyfa kærleikanum að koma fram, þótt auðvitað hann ætti að vera alltaf til staðar á öllum tímum. Já, þetta eru góð orð til að enda á. Góð orð til að taka með sér inn í jólahátíðina og varðveita. Mig langar því einungis að segja, megi friður jólahátíðarinnar vera með okkur öllum og við eigum gleðileg jól. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Amen.
skulum biðja saman í Drottins nafni og tökum undir hverja bæn með bænasvarinu Drottin, heyr vora bæn. Við biðjum, þökkum þér himneski Faðir fyrir þessa fagnaðaríku hátíð. Lát oss gleðjast yfir fæðingu sonar þíns og frelsara vors. Halda oss fast við hann, svo við fyrir trúna á hann öðlumst hann frið sem enginn megnar frá oss að taka. Fyrir Jesú Krist, Drottin vorn. Drottin, heyr vora bæn. Guð, sem ert uppspretta lífs, við biðjum þig siðvit, jöfnuð og réttlæti í samfélagi okkar, gefa mannvirðing einkenni samskipti okkur og tengsl. Hjálpa okkur að rækta frið, virða vit, þekkingu og sannleika. Við biðjum þig að gefa öllum þjónum almenningsvernd og þjónustu anda. Þökkum þér fyrir samfélag okkar og menningu, fyrir öll sem hér búa og starfa. Við biðjum sérstaklega fyrir heilbrigðisstarfsfólki, almannavörnum og landlæknisembættinu, þau sem standa í stafni og stýra ráðum og svo heilsu okkar til líkama og sálar megi varðveitast sem best. Og við biðjum þig leið góði Guð að hjálpa okkur að axla ábyrgð á velferð fólks, á byggð og landi, lífi og heimi, heiminum þínum sem þú elskar og frelsar. Fyrir Jesú Krist, Drottin vorn. Drottin, heyr vora bæn. Almáttugi eilífi Guð, sem stýrir öllum hlutum á himni og jörðu, heyr bænir vorar. Veit söfnuði vorum allt það sem hann þarfnast. Styrk og fullkomna hinna trúu, vitja og líkna þeim sjúku og aðstandenda þeirra. Og við biðjum þig að horfa til þeirra sem enn glíma við eftirköst veirunnar. Við biðjum þig að blessa og vernda börnin, milda hörðhjörtu, vek andvaralausa, hjálpa hinum föllnu að ná aftur fótfestu, endurreist þá sem iðrast, fjarlæg allt sem reynir að hindra framgang sannleika þín, svo hjálpa oss öllum að hafa eitt hjarta og eina sál í kirkju þinni til dýrðar nafni þínu. Fyrir Jesú Krist, Drottin vorn. Drottin, heyr vora bæn. Og allar bænir voru að felum þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss. Við fara alls saman með Faðir vorið þegar við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, viltu frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Drottin
Við María viljum þakka fyrir þessa stund sem búin eiga hérna saman við skjáinn og þökkum fyrir að þið hafið tekið þátt. Vegna takmarkana verður þetta eina messa núna jólin. Næsta athöfn verður helgistund á gammalhástdag klukkan 5 sem einnig verður send í gegnum internetið. En takk enn og aftur fyrir stundina. Skulum fara varlega hátíðarnar og eigi gleðileg jól. Skulum fara saman í friði Drottins, Guði sé eilíf þakkargjörð.